Næst það skýrsla bæjarstjóra. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Síðasti bæjarstjórnarfundur var 7. mars síðastliðinn og svona nokkur atriði síðan þá. Fyrsta lagi að nefna stóru upplestrarkeppnina sem haldin var í Menntaskólanum á Akureyri, þar sem að nemendur í grunnskólum bæjarins eða í 7. bekk ef maður rétt taka þátt í að keppa í upplestri. Það hefð fyrir því að bæjarstjóri ávarpi þessa keppni, en jafnframt mikilvægt að vekja athygli á þessari keppni því hún mjög mikilvæg fyrir nemendur hér á Akureyri og reynda víðar, og þessi keppni hefur verið haldin í þó nokkuð mörg ár og alltaf ánægjulegt að vera þátttakandi í þessum með krökkunum. 8. mars síðastliðinn þá var alþjóðadagur kvenna og þá var haldin að borgum ráðstefna í tengslu við MeToo umræðuna, og hún bar heiti Tæklum þetta, en það snýrist viðbrögð íþróttahreyfingarinnar við MeToo umræðinu, og þessi ráðstefna eða málstofa var mjög fjölsótt og mjög þörf og mjög góðar umræður sem þar fóru fram. Nú þennan sama dag var einnig haldið málþing raforkumál í Hofi, það var mikið að gerast þennan dag og svo sem ekki mikið þann fund að segja, annað það sem fólk þekkir almennt umræðuna raforkumál á þessu svæði. Nú og síðar kvöldið að þá var mitt bikarleikur, undanúrslitaleikur kvenna í handknattleik, bikarkeppnin í handknattleik, þar sem KA-stelpunar okkar í KA Þór léku við Hauka en komist við miður ekki alla leið í úrslitaleikinn, en bara koma til það að því að tala þær stelpunar að þær unnu sér samt rétt til þess að spila í efstu deild núna helgina, unnu góðan sigur, og við fáum því að sjá stelpunar okkar í efstu deild á næsta ári í handboltanum. Nú, hér var minnst aðeins áðan á verkefni Housing First, en ég hafði því miður ekki tök á því að vera á kynningunni, en fengum góða kynningu á sviðsstjórafundi hérna, og erum allir sviðsstjórarnir og við sem hér innan kerfisins vinnum höfum verið að fara aðeins yfir þetta verkefni, og það mitt rétt sem hér kom fram á þannig að við erum komin bara ansi langt svona miðað við hvernig verkefni lítur út, þannig að það að gera að halda því verkefni áfram og vinna áfram úr því. Nú, ég átti fund með sviðsstjóra öldrunarheimilana og forstöðumanni á öldrunarheimilunum meðal annars vegna ábendingu og athugasemda varðandi viðhaldsmál á öldrunarheimilunum sem kom upp meðal annars í fjölmiðlum, og við fórum og ræddum þau mál og fórum yfir þau, og að sjálfsög til þess að gera úrbætur og að bæta okkur á því sviði og fara yfir það sem við höfum verið að gera og það sem við stefnum að gera. Nú, ég og formaður bæjarráðs höfum aðeins verið að fara yfir gögn, meðans vegna þess að formaður bæjarráðs fer fyrir okkar hönd á fund Northern Forum til Rússlands núna í apríl, og þar erum við verið að fara aðeins yfir það, og það mál sem við ætlum að kynna líka í bæjarráði svona hverjar okkar hugmyndir eru varðandi framtíð sveitarfélagsins í því verkefni Northern Forum. Breski sendiherrann kom hérna líka 14. mars, heimsótti okkur og þið voru nú flest þar bæjarfulltrúar sem höfðu tök á, en hann kom hér meðal annars þar sem hann hafði ekki tök á því að vera hérna þegar Superbreak flugið var á sínum tíma, en ég hafði fram að kynna sendiráðið og bjóða fram aðstoð sendiráðsins við verkefni hér á þessu svæði, sem mjög mikilvægt fyrir okkur að vera í góðum tengslum við erlend ríki sem að vilja bæði aðstoða og jafnvel fjárfesta eða bjóða okkur að aðstoða við aðstoða atvinnulíf hér á Akureyri við fjárfestingar erlendis. Eitt mjög skemmtilegt verkefni til að segja frá var líka það að hingað kom færeyskur rithöfundur sem var hér í grunnskólum bæjarins og kynnti sín störf, og mér var boðið í Brekkuskóla til þess að vera þar í einni kennslustund þar sem hún fór yfir sín verk og svona samstarf, eða hvað maður sé að kalla það samtal sem hann átti við nemendur í 8. bekk í Brekkuskóla, og það var bara gaman að vera þáttakandi í einni svona kennslustund. Það er langt sem maður verið í kennslustund í 8. bekk. Nú,
Síðan áttum við fund hér með fulltrúum frá íþróttakjörsvið Háskólans á Akureyri vegna afnota kjörsvinsins af íþróttamannvirki bæjarins og það lítur bara mjög vel út að miðað við svona þeirra þarfir að þá held ég að þau bara alveg smellpassa við það sem við getum boðið upp á í íþróttamannvirki bæjarins, en þetta náttúrulega enn eitt verkefni sem að eflir byggð hér hjá okkur og jafnframt eflir Háskólan á Akureyri í leiðinni. Nú við erum svo búin að hittast einu sinni, ég og bæjarfulltrúi Silja og bæjarfulltrúi Eva, varðandi það verkefni sem okkur var falið að fara onni, varðandi starfsreglur fyrir bæjarfulltrúa, varðandi í framhaldi af MeToo umræðinni og við munum halda þeirri vinnu sjálfsög áfram, okkur ætla að skila verkefninu á okkur í lok apríl. Nú fleira sem snýr að málunum kvenna og tengist líka MeToo og ofbeldismálum. Það var nóg að taka þennan hálfa mánuðin síðasta. En það var verkefnið hér Milljarður rís, þar sem að fólk kom saman í hofi og dansaði gegn ofbeldi. Það var ágætis upphitun fyrir árshátíðina sem var síðastliðinn laugardag. Nú síðan vorum við þennan dag líka föstudaginn 16. dag og kynningu að lokadrögum Háskólans á Akureyri varðandi stefnumörkun háskólans og innlegg okkar og fleiri úr atvinnulífinu hér á Akureyri og víðar, ekki bara atvinnulífinu, varðandi stefnumörkun háskólans og mikilvægt þess að eiga gott samstarf við háskólan og vera þáttakendur í því að sjá störf hans vaxa og dafna. Og síðan var það árshátíð bæjarins sem var haldin laugardaginn 17. mars og ég man ekki betur að fara bara vel fram. Nú í dag, í gær, þá var haldinn svokallar eigendafundur Norðurorku og það er svona aðdragandi að aðalfundi Norðurorku, en það er svo sem ekki frá mörgu að segja þar. Aðalfundurinn verður haldinn 7. apríl ef ég maður rétt og þar var bara verið að kynna fyrir okkur að sjálfsögur reksturinn gengur bara vel og þessu er vel stjórnað og þarna eigum við mjög öflugt og gott fyrirtæki. Nú í dag þá helst að segja frá því að hér var í dag haldið rétt stuttu fyrir bæjarstjórnarfund kveðjuhóf reitt starfsmann sem er búin að vera starfandi hér hjá okkur í 17 ár heima rétt, og því að Dagný Harðardóttir er að kveðja okkur, hún er að fara til annarra starfa og ég er búin að vera svo heppinn að fá að starfa með henni síðan ég kom hingað tilbaka 2010, fyrst sem embættismanni og svo deildarstjóra, og síðan hefur hún verið hér hjá okkur í nokkur ár, síðan frá því að Heiða ritari hætti hjá störfum hjá bænum sem ritari bæjarstjórnar og bæjarráðs, og ég ætla bara að fá að nota tækifærin í lokinu og þakka Dagnýju kærlega fyrir samstarfið og ég veit að forseti örugglega eftir að gera það hérna líka í lokinu þannig að hann slítur fundinum. Nú bara minna hérna nokkur atriði og líka segja hans frá því. Það er aðalfundur Moltu er haldinn næstkomandi fimmtudag. Það er súpufundur ferðaþjónustuna sem er núna í vikunni kl. 11. Ég held að hann sé á Greifanum ef maður rétt hefur henni þar. Við fáum sendi herra Færeyja í heimsókn hingað á morgun og svo sitja aðalfund Lánasjóðs sveitarfélaga næstkomandi föstudag. En þetta er svona til þess að hlaupa því allra helsta. Takk fyrir. Bæjarstjóri Eiríkur Björn hefur lokið máli sínu og í lokin vil ég minna á eftirtalda fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingu fulltrúa 8. og 15. mars, bæjarráð 8. og 15. mars, frístundaráð 1. mars, fræðsluráð 5. mars, kjarasamninganefnd 2. mars, samstarfsnefnd ferlimála fatlara 1. mars, skipulagsráð 14. mars, stjórn Akureyrarstofu 15. mars, umhverfis- og mannvirkjaráð 2. og 16. mars og velferðarráð 7. mars. Hægt að nálgast fundargerðir á heimasíðu bæjarins. Eins og bæjarstjóri kom inn á hér í lokin í ræðu sinni, þá vill ég sem forseti bæjarstjórnar fyrir hönd bæjarstjórnar þakka Dagnýju M. Harðardóttur kærlega fyrir samstarfið á undanförnum árum og óskum henni velfarnaðar í nýju starfi. Takk fyrir það, Dagný. Fundið slitið klukkan 19:48.